Já, komið sæl aftur og næsta þessu loftslagsbreytingar eru þegar farnar að hafa áhrif á veðurfar á jörðinni. Það berast daglega nýjar fréttir af afleiðingum hlýnun jarðar, allar slæmar. Nýjasta stóra fréttin af þessum málum eru niðurstöður viðamikillar rannsóknar heimshöfin. Þau hlýna mun hraðar en áður var talið. Guðni Elísson, prófessor og stofnandi alþjóðlegrar upplýsingaveitu loftslagsmál. Hann hefur skrifað fjölda greina og haldið fyrirlestra afleiðingar hlýnunar jarðar og ekki síst þá viðbrögð almennings líka og stjórnvalda. Og hann er sestur hjá Margréti Marteinsdóttur. Já, Guðni, hann hefur skrifað fjölda greina og haldið fyrirlestra loftslagsmál síðustu ár. Hún fylgjast með þessum málum í hvað, áratugi? Já, 2 áratugi minnstakosti. Já, minnstakosti það. En það er langt síðan þú hefur hins vegar komið í fjölmiðla núna, það er orðið nokkuð langt síðan. Já, já. Varst mjög reglulegu gestur. Jú, ég er svona, maður eiginlega nennir þess ekki. Það er eiginlega bara svolítið svoleiðis. Nei, bara búin nú. Já. En ekki alveg, þú ert allavega komin hingað og takk fyrir það. Einlega velkomin. Við töluðum saman í síma og þá sagði þú við mig staðan í loftslagsmálum er verri en loftslagsvísinda fólk greinir frá. Já, ég held að það sé alveg hægt að orða það þannig og ég held að það sé svona margs konar skýringar á því. Annars vegar liggur það í þessari ásökun að loftslagsvísindamenn séu alltaf að draga skrattan upp á vegg sem leiðir þá til þess að þeir passa sig of og greina því kannski ekki alveg frá myndinni eins og hún er. Önnur skýring er auðvitað svo að vísindin eru varfærin og vísindamenn eru hræddir við það að fullyrða eitthvað. Ég þarf til það liggur nokkuð skýr vissa fyrir hlutina og það held ég að sé líka mikilvæg ástæða fyrir þessu og svo væri kannski þriðja skýringin svo að það sem er alltaf byggt inn í loftslagsumræðuna og loftslagsfyrirlestra og loftslagskvikmyndir er í rauninni spurningin hvernig ætlum við að bregðast við, hvernig ætlum við að leysa þennan vanda. Þannig að ef maður til dæmis skoðar hefðbundna loftslagsfyrirlestra þá byrja þeir ofta á því að það er dregin upp fremur dökkmynd af hlutunum en síðan er boðið upp á lausnir. Og vandinn er oft sá að það er lausnir sem er boðið upp á en þær eru ekki alveg í samræmi við það sem við A getum gert, B stöðuna eins og hún er og C vilja almennings og stjórnvalda til þess að bregðast við hlutunum. Það er búið að greina frá grafalvarlegri stöðu, sérstaklega svona undanfarin misseri. Já. En hún er verri? Staðan er í rauninni það sem gerir stöðuna svo vonda er í rauninni það að áhrifin á bara vistkerfið allt og eru kannski meiri og djúpstæðri en menn vilja viðurkenna. En svo líka það að við erum ekkert að gera. Nei. Og við höfum ekkert verið að gera. Við erum búin að vera að tala þetta í 25 ára en við erum ekkert að gera. Gott dæmi það er Parísarsamkomulagið. Þegar verið að kynna Parísarsamkomulagið fyrir almenningi þá er sagt að stjórnmálamenn heims séu búinir að sjá það að það sé óásættanlegt að fara yfir 2 gráður og helst þurfum við að halda okkur í 1,5 gráður hlýnun. En ef við skoðum skuldbindingarnar, það sem liggur á borðinu, það Parísarsamkomulagið er frábært í þeim skilningi að við erum loksins farin að tala saman og við erum loksins farin að skilja það að við þurfum að stefna á einhverjar tölur. En þá þurfum við að spyrja okkur hversu raunhæf markmið eru 2 gráður eða 1,5 gráða og ef við skoðum skuldbindingarnar sem liggja á borðinu núna, það er að segja það sem hinnar viljugu þjóðir hafa lagt fram, þá er það svona 2,83 gráður. Það er að segja ef við gerum allt sem núverandi samkomulag býður upp og þá endum við svona 2,8 3 gráðum einhvers staðar þar í kring. En þá gleymist líka að Bandaríkin eru búin að draga sig út úr samkomulaginu, Ástralir eru farnir út, Brasilíumenn, ef ég man rétt, hafa verið að hóta því sama og
þær þjóðir sem láta sem hæst í rauninni strangt til tekið kannski ekki að gera í málunum. Bökkum aðeins, förum í viðbrögð og aðgerðir fyrir smástund. Varðandi þetta með að staðan sé alvarlegri heldur en greint frá. Þú hefur verið í samskiptum við loftslagsvísinda fólk, þannig að þú hefur þetta verið sagt. Það er þannig sem að þú... Já, það er að segja, sko, loftslagsvísindamenn eru alveg, sko, flestir, það eru til loftslagsvísindamenn sem líta svo á að það þurfi að skýra frá vandanum tæpu tungulaust. En þegar við erum að tala vandan þá erum við kannski fyrst og fremst að skoða svona losunarkvóta. Það sem hversu mikinn koltvísýringi erum við að losa út í andrúmsloftið á hverju ári, erum við að draga úr losuninni eða erum við að auka hana. Og ef við skoðum þetta í sko sögulegu ljósi, þá hefur við aldrei í rauninni náð því að draga úr losun eitt einasta ár niður fyrir svona ásættanleg markmið. Ef við setjum okkur það markmið að ná okkur niður fyrir 2 gráður, þá þyrftum við væntanlega, eða þú veist 2010-11, þá þyrftum við að draga úr losun 5,1% á ári. Við höfðum aldrei náð þeirri tölu frá stríðslokum. Það sem hefur gerst síðan 2010 er svo það að við höfum bætt í. Þetta náði svona ákveðnum svona jafnvægi milli 2013-14 og 2016. Þar sem losunin var í jafnvægi, hún hvorki jókst né minnkaði, en síðan 2017 þá bættum við í og 2018 erum við líklega að bæta í líka, þannig að við höfum aldrei rauninni losað meiri koltvísýring en við gerum núna. Og þessi koltvísýringur, hann er upp í andrúmsloftinu, hann situr þar, og sem þýðir þá það að þegar við förum loksins að bregðast við, þá þurfum við að bregðast við þessu viðbótarmagni sem í andrúmsloftinu. Það þýðir að aðhaldsaðgerðirnar þurfa að vera enn strangari og enn rosalegri heldur en þær hefðu þurft að vera. Og í ofanálag erum við svo með almenning sem vill ekkert gera. Því að þó að, þú veist, fólk flest segi, jú, við þurfum að bregðast við þessu af alvöru, þá fylgir hugur ekki máli. Við erum ekki til í að fórna eða neinu. Besta dæmið það núna er það sem er að gerast í Frakklandi, þar sem fólk hópast út á göturnar og mótmælir eldsneytisskatti og með því í rauninni að senda mjög skýr skilaboð til stjórnmálamanna það að hvers kyns aðhaldsaðgerðir sem bitni á efnahag almennra borgara verði ekki liðnar. En það sem við þurfum að átta okkur á er það ef við ætlum að taka á þessu máli, og þetta er nokkuð sem hægri menn skilja fullkomlega, vinstri menn skilja ekki eins og vel finnst mér, að ef við ætlum að taka á þessu máli, þá þýðir það efnahagslegar þrengingar, það þýðir það að við munum hafa minna á milli handana til þess að lifa því lífi sem við erum að lifa í dag. Þannig að hægri menn segir þetta er nú tengt við kapitalisma, hansi rækilega, og það er nú auðvelt að færa rök fyrir því. Að hlýnun jarðar sé að völdum þess í rauninni mörgu leyti, þeirri hugmyndafræði útskýrið aðeins betur. Já, sko, við gætum í rauninni flækt þetta ennþá meira og sagt í rauninni er vandamálið, það vandamál sem við stöndum fram með fyrir kapitalískt vandamál, einfaldlega vegna þess að kapitalismin er svo sem hugmyndafræðilegt tæki, svo öflugt tæki. Það er að segja að hann sýndi mjög fljótt fram á það að það var hægt að skapa miklu meiri lífsgæði í gegnum hið kapitalíska kerfi heldur en í gegnum til dæmis kommuníska kerfið. En ef við skoðum til dæmis svona, efnishyggju í ráðstjórnarríkjunum, þá kemur í ljós að það var gríðarleg aukning á efnahagslegri velsæld í Sovétríkjunum á tímum kalda stríðsins. Miklu fleiri ískápar og bílar og svo framvegis. En þeir stóðu sig ekki í samkeppninni við kapitalistan á Vesturlöndum. Þannig að ég myndi rauninni sko vara svolítið við þeirri hugmynd að segja það að kommunismi sé á einhvern hátt hentugri aðferð til þess að glíma við loftslagsmálin en kapitalismin, einfaldlega vegna þess að kommunismin gekk líka út af meira á öllu en þar var það bara spurningin jöfnuð að hinum efnislegu gæðum dreift jafnt á alla íbúana, þannig að en það breytir auðvitað ekki því að
við þurfum á einhvern hátt að stokka upp þetta kerfi og við þurfum að endurhugsa það hvernig við skilgreinum í rauninni velferð okkar sem tegundar út frá þessum efnislegu gæðum. Hefur trú á því að það muni gerast? Ég tel það fremur ólíklegt. Ég tel það fremur ólíklegt einfaldlega vegna þess að það liggja svo mikil svona stundarhagsmunir undir og þegar svona stundarhagsmunir liggja undir þá gerir það að verkum að við nálgumst staðreyndir á annan hátt heldur en við myndum annars gerast. Ef ég segði til dæmis við þig svona konudagurinn verður 23. febrúar eða myndi skrifa það á netið, þá myndu kannski einhverjir googla það og komast að því að þetta væri rangt hjá mér. Konudagurinn væri 24. febrúar en það væri ekkert hitamál. Ef ég segi loftslagsbreytingar eru raunveruleiki og þær eru af mannavöldum, þá er miklu líklegra sú staðreynd, og það er staðreynd, veki sterkar tilfinningar vegna þess að það hangir eitthvað annað á þessari staðreynd. Það er að segja einhvers konar hagsmunir sem skipta máli. Það er til dæmis erfitt að mæla gegn skógarhöggi í samfélagi þar sem allir eiga afkomu sína af skógarhöggi. Og það er svolítið með loftslagsmálin þannig að þau hvíla svolítið á þessu vandamáli, en það breytir því ekki þau eru veruleiki. Staðreyndir eru þessir hlutir sem eru til staðar burt sér frá því hvort þú trúir á þá eða ekki. Og þetta er raunveruleiki og við erum ekki bregðast við því. Það er margt fólk verið að reyna að koma skýrum skilaboðum á framfæri. Já. Og við bröðum kannski staðið dálítið á sér. Það sé alveg hægt að segja það. Einn þeirra er Naomi Klein, kanadískur rithöfundur. Nýjasta bókin hennar sem kom út reyndar í íslenskri þýðingu í haust eða í vetur, fyrir vetur. Þetta breytir öllu. Já. Þú ert búin að fara og þú ert búin að lesa þessa bók. Hún vakti mikla athygli eins og aðrar bækur Naomi Klein. Hvað finnst þér hennar nálgun? Já. Margt af því sem Klein bendir á er hárrétt. Ég myndi segja megingallinn við bókina liggur í því að Klein í rauninni varpar ábyrgðinni á stjórnvöld og segir stjórnmálamennirnir verða að leysa þetta og í rauninni má segja að það sé svona tveir meginþræðir í lausna orðræðunni. Annars vegar liggur það í kröfinu það er ríkið og alþjóða samfélagið taki á vandanum og hins vegar í einstaklingsbundnu kröfunni og einstaklingsbundna krafan getur tekið á sig svona fáránlegar myndir eins og það að skipta út, nota sparperur og svo framvegis og bambustannbursta. Þannig að það sem ég myndi segja, og þetta er ekki almenn skoðun, þetta er mín skoðun á málinu, ég lít svo á að við getum ekki slitið þessa tvo þætti sundur. Það er að segja að ef við ætlum að láta stjórnmálamennin okkar taka á málunum af alvöru, þá verðum við að brenna fyrir þessum málum sjálf. Við getum bara tekið MeToo sem dæmi. Að meðan allir eru samþykkir því að ofbeldi gegn konum sé, jú, það sé vandamál, en við erum ekkert að gera í því og við verndum ofbeldismennina, þá kemur engin þrýstingur á hvorki löggjafann né dómsvaldið til þess að nálgast þetta stóra og djúpa vandamál á öðrum forsendum. En leið og við förum að brenna fyrir því sjálf, þá breytum við hlutunum. Það er alveg sem með loftslagsmálin að við verðum að hætta að hugsa loftslagsmálin bara með heilanum. Við þurfum að hugsa þessa hluti með, ég tók í líkingu með hjartanu líka. Það er að segja, það er ekki fyrir við finnum það á okkar eigin skinni, við finnum það í tilfinningalífinu. Þetta mikla óréttlæti sem við erum tökum sjálf fullan þátt í að framfylgja. Þegar við séum stopp við því, þá fara stjórnmálamennir að hlusta. Þeir stjórnmálamenn sem vita að þeir verða kosnir út af Alþingi eftir 4 ár ef þeir fylgja hugsjónastefnu sinni, eru fáir. Þannig að ég myndi segja að vandinn í hugmyndum Klein liggur kannski fyrst og fremst í því að hún færir ábyrgðina frá okkur sem einstaklingum yfir að stjórnvöld, en gerir sér ekki grein fyrir því að það er í rauninni ekki fyrr en fólkið, almenningur, brennur fyrir einhverju að breytingar verða. Breytingar verða ekki öðruvísi. Og það hefði samt tækifæri Guðni til þess að tala við stjórnvöld
Og þú værir alveg vissum að þau myndu hlusta og bregðast við. Já. Hvað myndur þú segja? Áttu þá við íslensk stjórnmál? Já, byrjum það. Ég hef verið með, ég hef í gegnum árin flutt inn þekkta loftslagsfræðinga, heimsþekkta loftslagsfræðinga sem flutt hafa fyrirlestur á Íslandi og ég hef verið með lokaða vinnufundi oft á undan eða á eftir og þar hef ég boðið formönnum stjórnmálaflokka að mæta og hlusta og bregðast við og verið með slíka vinnufundi en það sem ég hef alltaf sagt það að við erum bara fyrir tilviljun í svolítið einstakri stöðu í þeim skilningi að við erum með þessa grænu orkugjafa og það sem við hefðum getað gert það við hefðum getað sett mjög skýr skilaboð út í samfélagið og út í umheiminn það að við ætlum að vera leiðandi í þessari baráttu og það hefði getað haft ýmsa svona efnahagslega kosti líka í för með sér. Þetta hefði getað verið, við hugsaum þetta bara kalt og þetta hefði getað verið gott svona sletti PR move. En mér hefur síðan svona áhugin verið að takmarkaður. Eitt af því sem maður sér núna að samgönguráðherra ræða það að niðurgreiða flug innanlands að einstaklingar sem eru innan 2 tíma radíus frá borginni geti flogið í bæinn og auðvitað eigum við ekki að fara þessa leið. Íslensk stjórnvöld að gera allt of lítið í því að bregðast við loftslagsvandanum og þó eru við ein af þessum þjóðum sem höfum tækifæri til þess að við höfum ákveðið forskot en við erum ekki að nýta okkur það. Niðurstaðan bara rétt að lokungunni bara svo það þarf meiri háttarbreytingar. Það þarf algjör að hugarfarsbreytingu. Og hugarfarsbreytingu, alveg meiri háttar hugarfarsbreytingu. Sérðu fram á að það sé að fara að gerast á allra næstu árum bara örstutt svona að lokum? Tímarammin, þetta annað sem svolítið vandamál þegar þú veist, þeir sem hafa verið að draga upp svona hvað svartasta mynd af þróuninni, þeir hafa iðulega sagt við höfum 10 ár til þess að gera hlutina og svo líður tíminn. Og það sem við þurfum svolítið að átta okkur á þegar það verið að setja slíka tímaramma ef við hefðum brugðist við til dæmis 1990 og við hefðum brugðist við af festu þá hefðu afleiðingar þeirra loftslagsbreytingar sem þegar voru komnar inn í kerfið ekkert orðið verulegar. Þær hefðu orðið meiri árið 2000 þannig að þegar menn að segja við höfum 10 ár til þess að bregðast við tilteknum hlutum þá þýðir það einfaldlega það að niðurstaðan verður allt önnur núna. Og þess þurfum við að hugsa við munum aldrei koma í veg fyrir alvarlegar loftslagsbreytingar núna. Spurningin bara hversu langt ætlum við að fara og hversu lengi ætlum við að sofa á verðinum. Sem dapurlegt vegna þess að við erum ótrúlegt fyrirbæri í sköpunarsögunni. Við skiljum grundvallar eðli tilvistarinnar en við getum ekki brugðist við einhver eins og þessu þó það blasi við. Takk fyrir þetta. Takk sömuleiðis. Og við höldum áfram hér eftir smástund.